Verður velkomin í Hina Reykjavík. Ég heiti Sanna Magdalena Mörtudóttir og í dag ætlum við að ræða réttindabaráttu leigjenda. Og hann Guðmundur Hrafn Arngrímsson, hann er kominn hingað til mín og hann heldur út í þáttunum Leigjandinn hér á Samstöðinni og hann situr einnig í stjórn samtaka leigjenda á Íslandi og samtökin hafa sett fram kröfur og alls konar svona áhugavert sem ég ætla að spyrja nánar út í. En ef ég má byrja á því svona fyrst, má ég spyrja bara út í þína stöðu á leigumarkaði, svona ef þú ert tilbúin til þess að segja okkur aðeins frá því, deila þið með okkur. Já, alveg sjálfsagt. Ég hef búin að vera á leigumarkaðnum síðan 2014 og þess að komin 8 ár. Ég fer á leigumarkaðinni eftir hjónaskilnað og ég og fyrrverandi kona mín við eigum saman 4 börn. Og reyndar elsta dóttir mín uppkomin. En þegar ég fer á leigumarkaðinn þá þarf ég náttúrulega að hugsa fyrir því að ég náttúrulega fjölskyldufaðir og þarf að vera með ákveðna stærða húsnæði og svona áfer og leigi mér húsnæði sem get haft börnin mín og með þau svona nánast til helminga við barnsmóður mína en ég hafði mikinn hug einhvern veginn þegar ég fer út á leigumarkaðinn að ég á ennþá helmingina hálfa þessa íbúð sem við eigum í sameiningu, ég og barnsmóður minn, en ég vildi fyrir enga muni hreyfa við því að þetta heimili barna minna og þetta skólahverfið þeirra, þannig að ég vildi ekki á þeim tíma að við færum fram einhver svona skipti og við þurftum hugsanlega að rífa upp rætur og svona, þannig að ég bara tók mig til og stofnaði bara mitt eigið heimili og ég fekk því mér ekki íbúð í sama hverfi, þannig að ég fór í annað hverfi og svo byrjaði ég að reyna að leysa hlutina með því að koma krökkunum milli hverfa annað með strætó eða þetta svona sífellt skuttl og svona, það er eitt af þessu sem hefur verið kannski ekkert síður íþyngjandi. Það er svona að vera í svona hálfgerðri fjarbúð við börnin sín og þurfa að skuttla þeir svona milli hverfa og halda uppi skóladvöl og sækja þau eftir skóla og skuttla með skólan og svona úr kannski bæjarendur á milli. Þannig að ég 2014 þá er ég bara komin út í þetta, stofna með þetta heimili, sjá börnin mín en hafði alveg mikinn hug að því að ég hef alltaf unnið vel og hef getað komist í uppgrip og svona því að ég garðyrkjumaður og menntaður landslagsarkitekt og ég hef haft tök á því að ná mér í ágætistekjur, en það var alveg sama hvað ég reyndi. Það var alveg sama hvað ég reyndi að þegar ég var farin að borga á 4 milljón á ári í húsaleigu, það var alveg sama hversu háa tekjur ég hafði ef ég ætlaði að reyna að halda út einhverju svona bara lágmarks fjölskyldulífi, þá bara var það eina sem ég gæti gert, það var að vinna fyrir húsaleigunni. Við þurftum að borga meðlög líka og svo var ég reyna að skila á námslánum og svona, þetta náttúrulega tókst ekki alltaf og var til þess líka að til dæmis út af meðlagsskuld þá fer ég á svartan lista og þegar að koma því að ég vildi kaupa mér fasteign á 2017 sem ég sé fasteign upp í Árbæ sem kostaði 43 milljónir til dæmis og ég var þá að leigja heima á öllum upp á 285.000, 95 íbúð sem var bara 3 herbergja. Allt lítil fyrir mig og 4 börn, að ég finna þarna íbúð sem er með 5 svefnherbergjum og upp í Hraunbæ á 43 milljónir og ég fer til Íslandsbanka og bið að fjármagna þetta með mér og ég átti þá smá sjóð til þess að geta sett upp í útborgunina en af því að ég var skuldaði meðlum þá fékk ég ekki greiðslumat og hefði ég fengið að kaupa íbúð þá og þá hefði ég borgað 143.800 krónur í afborgun íbúðinni en var rekin út á leigumarkaðinn bara aftur og þar borgaði 280.000 fyrir 95 íbúð og með húsnæði sem að ég þurfti þá að hafa 3 stálpuð börn inn í sama herberginu þegar þau komu til mín og það fannst mér bara mjög óþægilegt. Óþægilegt er að þau voru svona verða unglingar að þurfa að gera það og ég fann líka fyrir því á þeim tíma að þau svona fóru svona minnka áhugin þeirra að koma vegna þess að þetta var óþægilegt að þurfa við erum saman í einhver litla herbyggi og þá fór ég að hugsa með dreifing svo sá ég íbúð í Vesturbænum
sem var á nánast sama leiguverði, rétt að taka 300.000 en miklu stærri. Ég hoppaði þannig og ég er búinn að vera hérna í Vesturbænum síðan, en svo íbúð var enda seld undan mér. Gerðist mjög hratt, gerðist bara á einhverjum 3 vikum frá því að ég fengi tilkynningun að fólki hugsa sér að selja, og þá gat hún bara seld. Ég gat með engum móti brugðist við því, þó að ég hefði hugsanlega kannski með því að slá lán hér og þar bæinn eða eitthvað, sko, þá bara gerðist það hratt. En svo eitt við þessar flutningar sem eitt sem kannski svolítið falinn kostnaður við að vera á leigumarkaðnum á þessum 8 árum. Það búin að flytja 5 sinnum og það kostar alveg óheyrilegt fé að flytja. Þetta kannski 2 vikur sikkvorum yfir flutningsdaginn sem fara bara eingöngu í þetta, að vera að pakka niður og koma sér fyrir og svona, skilur. Svo þarf þetta að selja frá þér húsgögn því þetta kemst ekki inn, eða þú ert að kaupa þér nýtt og svona. Og þetta alveg óverulega mikið peningur sem fer inn á flutning. Og svo að reiða fram þessar tryggingar og svona og mála eftir sig og svona, þetta hleypur á 100.000. Og þannig svona fóru þessu litli sjóður sem ég hafði náð að vinna mér inn áranum svona 2015-16. Þau hefur bara hurfið í þetta, þessu síföldu flutningar. Og ég bara svona gerði fyrir mig þegar ég flutti hingað sem ég bý núna í september, að meðan ástandið svona, meðan það ekkert breytt regluverkið og það ekkert breyttar aðstæður, að þá kemst ég ekki af leigumarkaðnum. Og ég svona búinn að þessi drifkraftur sem að bjó í mér alveg frá því að skilnaðurinn var alveg þangað til í fyrra í svona 6-7 ár, að ég ætlaði að rífa mig frá leigumarkaðnum með því að safna mér fyrir útborgun og komast inn á sérleigumarkaðinn, að ég get það ekki. Og ég er bara búinn að taka ákvörðun að það minnst okkur ekki markmiðið, að ég bara horfist í augu við þessa dapurlegu staðreynd að þrátt fyrir að vera vinnandi og geta borgað af fasteign upp á 300.000 á mánuði, að þá mér meina að kaupa fasteign þar sem ég borgað 150.000, og mér gert að láta þessa peninga sem að annars færið bara í að halda upp í börnunum mínum og einhverja kannski svona neyslu eða þá ég leggja fyrir. Mér gert að afhenda þeim öllum einum einstaklingi sem að þá ráðstafa þeim fyrir mínu hönd einhvern veginn inn í sína framleiðslu. Og þetta bara veruleiki allra sem eru á leigumarkaðnum. Það svona einhvern veginn að halda upp í framfærslu og eignamyndun hjá öðru fólki, og á sama tíma ætti okkur vera, eða flestum vera gefin kostur á því að kannski lækka húsnæðiskostnaðinn kannski 30-50% og vera þá að eignast eitthvað. En í staðinn er okkur gert að vera láta okkar framfærslu bara ganga til leigusalanna. En þetta búin að vera bara ansi töff, og þetta bara búið að vera oft á tíðum bara ansi erfitt svona andlega og félagslega, og svona sem foreldri þetta rosalega óþægilegt að vera að tilkynna börnunum sínum þetta sem vera að flytja einu svona enn, og svona umræðum hvort að þau fái herbergi og hvernig og hvar þetta og þegar ég búinn að flytja í annað skipti á stundum tíma, það átti mig á því að ég ekkert að fara að vænta þess að börnin upplifi sig eitthvað heimili hjá mér, sko. Svona frekar þau eiga sitt herbergi og svona og sitt athvarf, en þau hafa aldrei tengst þessum svæðum þar sem þau búið. Og það svona sorglegt vegna þess að það náttúrulega eitt af því sem að skiptir okkur all mestu máli, það þetta öryggi og þetta með að tilheyra samfélaginu þar sem býrð. En þetta ómögulegt fyrir okkur leigjendur. Og eitt sem ég hef rætt við, og ég finn bara fyrir sem leigjandi oft að verður maður svolítið ósýnilegur þar sem maður býr. Sérstaklega býrð kannski í húsnæði sem bara íbúðareigendur búa, kannski alls staðar í kring. Það svona leigjandinn ekki eins velkominn í samfélagi eins og eigandi sjálfur, sko. Og hann svona svolítið svona ósýnilegur, og þetta eru sögur sem ég að heyra mikið. Ég búinn að vera að tala með mikið af fólki á síðkasti og þetta heyri ég oft, sko. Fólk verður bara ósýnilegt. Ég tek eftir í þáttunum sem þú ert með leigjandinn, að þá ertu að spyrja, þú ert að tala við leigjendur og
þá hef ég tekið eftir því og ert að tala, sko, það þetta óöryggi þegar að fólk þarf að fara skyndilega, það að flytja oft út af því það er lítið öryggi á leigumarkaðinum og þá ertu að spyrja foreldra hvort að þau hafi haft svona tök á því að flytja innan hverfis og það ekkert alltaf staðreyndin og það svona það sem ég finnst svona skína í gegn einmitt að þetta val tekið af fólki þegar það á leigumarkaði, þegar það að leigja. Þú hefur í rauninni ekki þetta val, þú getur ekki sagt, herði, ég ætla bara að búa í þessu hverfi. Ég vil vera hér áfram, þannig ég ætla bara að finna mér einhverja íbúð í þessu hverfi. Þú veist, það einhvern veginn að valið sé tekið af fólki. Þú veist, þú getur ekki sagt bara, já, herri, ég þarf 5 herbergja íbúð, hún þarf að vera hér, af því að ég vil bara geta að búa börnunum mínum upp á það er sem hentar best. Maður þarf einhvern veginn að svona sætta sig við það sem að í boði einhvern veginn og ég tengi svo sterkt mitt við þetta þegar maður heyrir þetta, þá svona, já, vá, hvað ég kannast við þetta, þegar maður svona lítur yfir sína sögu. Þetta einmitt þannig að þetta svo óhollt fyrir alla. Þetta ekkert síður óhollt fyrir leigusalana að búa við það ástand og þetta dregur ekkert endilega það besta fram í fólki að finna þetta ofboðslega mikla vald sem það hefur yfir aðstæðan og geta valið og hafnað úr umsækjendum og svona og gert alls konar kröfur og komist upp með þetta allt bara í einhver svona þegjandi samþykki vegna þess að leigjandinn, hann svo óttasleginn í sínu stöðu, hann bara halda heimilinu, hann vill komast inn á þetta heimili, hann geta búið sér og börnunum sínum öryggi, hann geta dregið fram einhverja fjölskyldumynd, hann geta rótfest sig og fundið þessa værð og þetta næði sem við öll þurfum, losna við hennar kvíða og þessa angist og þetta óöryggi og ótta. Við gerum allt saman, við erum algjörlega víruð bara sem tegund, við gerum allt til þess að losna við úr þessum aðstæðum, úr þessum ótta. Og þegar við erum í þeirri stöðu að við þurfum að lúta svona kannski algjörlega bara svona dyntum eða bara persónuleikum eða högum leigusalanum sem bara verður svo óhollt fyrir þá líka. Þannig að við erum bara svona, bara sem tegund, kannski ekki, við erum alltaf ekki heilög og þetta ekki hollt fyrir leigusalana að vera með þessa yfirbara stöðu gagnvart fólki og ég þekki bara sjálfur og ég heyri það bara í mínum samtölum við leigjendur að einmitt, það er bara ekkert val, þú tekur það sem býðst. Þetta bara, þú bara stingur hendinu upp á vatninu og það bara grípir einhvers og þú bara ferð og það ekkert hægt að íhuga eða að dvelja við hlutina. Þú vaktar alla síður, þú veist að þú ert 1 af 40 sem að svara fyrsta hálftíman og það bara, er það ég skilur sem fær svarið tilbaka og þetta náttúrulega ástand sem búin að vera viðvarandi sín. Ég kom inn á leigumarkað. Ég fyrir á leigumarkaðin 2014 og þá þetta bara svona og ég búin að vera að lesa blöðin frá þessum tíma 2016, 17, 18 og það bara verið að lýsa hörmungar ástandi og það bara versnað síðan. Þetta náttúrulega bara með ólíkindum að við skulum láta þetta bara einhvern veginn gerjast og lesa þessa fyrirsagnir í blöðunum og svo bara það heitt vatn að opna hjá mér og mjólk í ískapnum og ég ætla ekkert að gera þessu. En veistu af hverju núna þú varst að lýsa tíma þar sem varst borgunarmaður í rauninni, þú hefði getað greitt afborganir af húsnæðisláni og þú varst að greiða í rauninni miklu hærra húsnæðisverði í leigu heldur en að þú hefði greitt af láni fyrir húsnæði en færð þessa neitun út af þá einhverju sem tengist væntanlega kreditinfo. Veistu af hverju þetta gerist? Af hverju fólki neita sem greinilega gæti borgað mánaðarlega? Það eru þessar 3 hindranir það svona 3 hindranir við að komast inn á fasteignamarkaðinn. Það þetta svona að safna útborgun og svo þarftu að komast í gegnum greiðslumat og svo þarftu að vera með hreint svona hvað þetta vera ekki vanskilaskrá og þetta svona mjög skrítið að greiðslumatið það sneiðir algjörlega fram hjá þeirri staðreynd kannski að þú ert búin að vera að borga kannski 200% af þeirri svona leyfilegri afborgun sem að þú fari í gegnum greiðslumatið í kannski áratug
og það var aldrei fallið svartur blettur að þú kannski með 100% greiðslusögu við að borga 280.000 krónur í leigu í 10 ár. Svo kemur til bankans og banki segir, nei, þú getur sko alls ekki borga meira en 140. Og þú bara, býtu, ég sagði við Íslandsbanka, ég skal gera samning við ykkur, ég skal borga ykkur bara 280.000 krónur áfram mánuði og þið getur bara skilyrt þessar greiðslur ef þið viljið borga yfir mig barnameðlaugin og sem á vanskilaskrá. Og það kom ekki svona til greina. Það var bara, þú ert fyrsta lagi snerist reyndar synjunin það, ég var skuldaði meðlaug. En það mörgum tilfellum fyrir fólk, þá synjunin út af því að það sagt að það getur ekki borgað 140 krónur í mánuði meðan það kannski að leigja 260, 280 og þetta rosalega algengt og ég held að þetta sé alveg meðvitað. Þetta sé meðvitað og þessi ástandi meðvitað haldir svona vegna þess að bankarnir græða svo mikið á síhækkandi fasteignaverði. Bankarnir græða á því að það sé stór hópur leigjenda sem komist ekki að leigjendamarkaðinn vegna þess að aðalkraftarnir við ósjálfbæra hækkun á húsnæðismarkaði óregluvæddur og óhæminn leigumarkaður. Það bæði það ekki bara þessu skortur. Í Skandinavíu allri þetta fyrsta málsgrein bara, fyrsta sem menn segja, af hverju eigum við regluvæða leigumarkaðinn eða af hverju höfum við regluvæða leigumarkaðinn, það út af því að óregluvæddur og óhæminn leigumarkaður, hann orsök þess að ósjálfbæra hækkanir á fasteignamarkaði verða, það út af því að það svo mikið að lögaðilum, fjárfestum og eignasterku fólki sem að fer inn með sparifé sitt og fjárfestingafé sitt sem fjárfesta í húsnæði til þess að leigja út af því að leiguverð sem hefur ekki þak og enga umgjörð eða viðmiðunarverð, það getur bara hækkað alveg upp að sásakamörkum þangað til að fólk borgar allt í húsaleigu umfram það sem að það þarf bara til að líkamann fúnkera meðan að fólk hefur svona orku til þess að labba inn og út úr bílnum á daginn og getur valla orka það vegna þess að allur auður þeirra eða allt framlag fer til leigjandans. Það eru bara svona sársaukmerki. Það bara svona sársaukmerki fyrir leiguverð meðan það ekki þak á þessu. Og þetta bara síhækkandi. Það virðist ekkert láta á þessu og maður að heyra svona skelfingarverð. Mér finnst ég heppinn að leigja tæp 300.000. Maður að heyra eins og upp í Urriðaholti þar sem er að leigja íbúðir sem kannski 20 fermetrar minni en íbúðir sem ég bý og það bara sama verð á þessu. Þetta bara allt komið upp í 280-90.000 og maður sé bara Alma leigufélag sem fékk nú afhentar íbúðir úr Íbúðalánasjóði 2013-14. Þeir eru bara með 40-50 íbúðir konar á 230 skatt. Þetta náttúrulega bara, þetta svo mikil bilun og þetta svo mikil bilun að halda það að sé eitthvað þjóðhagslega gott við það að vera með 30.000 heimili í einhverju svona 8 og geta ekki frjálst höfuðstrókið og geta ekki veitt sér svona mannsæmandi líf og kannski geta ekki virkað sinn sköpunarkraft og svona. Við erum að fara á svo mikið mannauð vegna þess að því ég þekki bara leigjendur, ég þekki sjálfa mig og þekki fólk sem sem á leigumarkaðnum. Þetta ofta tímalega rosalega skapandi og atorkumikið fólk með mikla þrautseigju. Þú þarft rosalega þrautseigju bara til þess að lifa á leigumarkaðnum. Þannig við erum bara strax með svona einhver skilgreiningu á þessu fólki sem bara algjöra hetjur, algjöra svona survivors bara og þetta bara sterkasta og kreatífasta fólkið. En það líka tilfinningasamt og það mikil áfallasaga núti vegna þess að fólk getur ekki skapa sér sitt identity, sína sjálfsmynd og virkja hana og það verður svo mikil áfall í kjölfarið þegar fólk getur ekki komið út með þennan sköpunarkraft og drifkraft, hugsjónamennsku vegna þess að það býr við þannig kjör að það getur ekkert gert annað heldur en að vinna fyrir húsaleigunu og hafa áhyggjur af því í leiðinni. Við förum á svo mikið á misið svo ótrúlega verðmæti að við erum bara að skaða allt samfélagið með þessu. En það húsnæði mannréttindi, eða það á að vera mannréttindi en það ekki litið þannig á það og samtök
leigjenda á Íslandi hafa einmitt sett fram kröfur að það eigi að svona líta á húsnæði sem grunnþörf og þetta sé ekki markaðsvara. Hvernig hefur svona þessum kröfum verið mætt? Finnst þér vera skilningur á þessu? Finnst þér vera svona vilji til þess að gera eitthvað þannig að fólk sé einmitt ekki að slíta sig út til að eiga bara þak yfir höfuðið, af því að svo heyrum við svo oft svona með einmitt þess að séreignarstefnu að á Íslandi vilji fólk eiga sitt húsnæði og það sé ekki mikill vilji til þess að leiga, en svo hugsa maður, þetta ekki út af því að leigumarkaðurinn svona hræðilegur? Persónulega sé ég ekkert að því að leiga, maður vill kannski ekki eiga sama húsnæði bara þangað til að maður deyr, ég vil ekkert endilega vera bara í einhverju húsnæði næstu 80 árin, sko. Þannig ef að leigumarkaðurinn væri meira svona, já, þú greiðir kannski bara 25% af þinni innkomu, þá hljómar það alveg eitthvað sem bara, já, fínt og bara áhugavert, en hvernig hefur svona kröfum ykkar verið tekið? Sko, þetta hefur verið margþætt, sko. Við hefum fyrst og fremst mælt okkar svona, kannski ekki viðnámið, en bara viðbrögðin á samfélagsmiðlum, og þar sjáum við fullt af leigusölum sem að hafa bara sagt eins og þegar við birtum reiknivélina okkar fyrir 2 vikur síðan, viðmiðunarverðin, sem ég hvet allir bara til þess að athuga inn á heimasíðu okkar leigjendasamtökin.is, þessi reiknivél sem við gefum út viðmiðunarverð fyrir húsaleigu. Þar voru tölur fjöldi af leigusölum sem að sögðu bara, þetta akkúrat sem við þurfum. Við þurfum akkúrat, þó að við svona getum farið að þrátta forsendurnar, skilur við, hvort að hagnaðarkrafan ætti að vera 6% stæðin fyrir 4% eða hvort að viðhaldskostnaður ætti að vera 8% stæðin fyrir 6%. Þú erum komið þangað, þá erum við bara komin rosalega langt á leið með að leysa vandamáli. Ef við fyrir að tala hæð og breidd í þessu. Og þetta var akkúrat það sem viðbrögðin sem við vorum vonast eftir að fengjum hjá leigusölum. En svo eru rosalega margir leigusalar sem að gera bara tilkall til þess að þetta sé markaður. Það er framboð eftirspurn sem ræður öllum verðleikunum og þeir hafa bara tilkall til þess að rukka þá leigu sem að einhver getur borgað. Og það er rosalega ríkjandi viðhorf að þetta sé bara svona eins og að selja hjólbarða eða ís eða einhverja almenna bara neysluvöru, að bara ég verðleika hana algjörlega upp á sálsökumörkum þangað til að einhver bara, ég fæ enga kaupa þetta þessu. En það myndur aldrei gera við venjulega neysluvöru vegna þess að þú þarft ekki að kaupa þér auka hjólbarða eða kaupa þér ís á hverjum degi, skilur, en þú þarft taka yfir höfuðið. Og þess vegna er svo ótrúlega mannfjandsamlegt að setja svona vöru undir markaðslögmálið. Þetta er bara eins og að selja loft, andrúmsloft, og vera bara búin að gefa einkaleyfi á andrúmsloftinu og það bara þangað til að einhver kemur bara blárum varirnar, þá er hann tilbúin að borga þér aðleiguna sína til þess að draga andan. Og það er bara nákvæmlega þannig úti. Það er bara búin að gera fólk algjörlega bara í algjörri andnauð gagnvart því að reyna að koma svo upp húsnæði. Og þá náttúrulega þetta að verðleika þetta upp úr öllu valdi og löggjafinn að þeir sem eru kosnir til þess að fara með hagsmunavörslu fyrir almenning, eins og bara borgaryfirvöld og ríkið og svona, þeir eru bara snúið baki við þessu fólki, algjörlega, og þess að bara, þau bara redda sig, þau redda sig. Það bara, að þó að fólk sé að vera mörkur í lífið á hverju einsta degi á leigumarkaðnum, að þá bara er enginn sem að snýr sér að þeim, enginn svona sem hefur áhrif, þess að getur haft áhrif gegnum löggjöf eða gegnum sína ákvarðanatöku, beina áhrif, bara ekki nokkur hæðar sem ávarpa. Það er rosalega erfitt að fá bara, mikið af stjórnarfólki bara til þess að jafnvel svara. Og hvað þá að fá til þess að ávarpa þetta fólki að fyrirbræði, það er bara ótrúlega sorglegt að við skulum lifa svona samtíma þar sem að þú ert, eins og við erum að lifa bara svona tíma í dag, þar sem að fasteignaverð eða svona fasteignamarkaður, hækkun á fasteignaverði stendur á baku meila svona stærsta hlutan af verðmætasköpun í samfélaginu, svona undanfarin 2 ár. Til dæmis, eftir hrunið, þá bara sjávarútvegurinn náttúrulega með okkur útflutning og svona áleiðar og svona, en svona verðmætasköpunin öll á fasteignamarkaðnum líka, og hún er á fasteignamarkaðnum af því að þú ert með svona stóran hóp leigjenda, og þá ertu búin
búa þær aðstæða til að þú ert með auðsöfnun sem endar í vasan hjá eignafólki sem ríkt fyrir eða stóreignafólki og jafnvel hjá svona hrunverjum sem komu inn á fasteignamarkaðinn með í gegnum fjárfestingarlega Seðlabankans árunum 2013 og 2014 með mikið af þessu fé sem var falið út í heimi að þessi auðsöfnun eða þessi sem verður til með leigjanda, hún endar þar og líka hjá sveitarfélögin. Sveitarfélögin náttúrulega hagnast á hækkandi fasteignamati sem kemur í kjölfarið á hækkandi fasteignamati. Þannig að leigjendur alltaf þarna sem þessi jarðvegur sem þessi auður verður til. Og það bara af því að leigjendahópurinn það stór, það hægt að kreista það mikið fjármuni úr honum og það það stór millistétt sem getur verið svona eins og hálfgerð leiðsla frá þessum fjármunum upp til auðvaldsins. Að þetta svona millihýsill, sko, millistéttin orðin svona millihýsill til að draga, sko, auðinn og lífskraftinn og allt aflið úr leigjendunum til þess að fóðra svona auðvaldið, ríkasta 5%, en af því að millistéttin þénar nægilega svona mikið á þessu með því að horfa sína eigin fasteignar hækka og geta aukið sitt sína lántökugetu gegnum veðheimildir á húsunum sínum og svoleiðis og geta hugsanlega hjálpað afkomendur sínum þannig inn á fasteignamarkaðinn að taka veð í sínum eigin eigum, að þá hróflar enginn við þessu. En þetta bara svo mikið skömm að þessi góði massi sem við erum öll, að við skulum taka þátt í því að skapa svona ólíðandi aðstæði fyrir samborgar okkar. Þetta bara með miklum ólíkindum þetta skuli vera svona. Heldur að leigjendur allir leigjendur á Íslandi gætu sameinast að hætta að greiða leigu þangað til að hún yrði lækkuð 10% en lækkuð þannig hún yrði ekki okurlega og hvað heldur að myndi gerast ef það væri hægt að ná samstöðu það? Takk fyrir þessa spurningu að því að sko, við erum náttúrulega ekki komið þangað en þetta klárlega eitt af verkfærum sem leigjendasamtök víða hafa beitt og bara nú síðasta sumar út í Kaliforníu þar samfélög, sveitarfélög í svona útjaðri Los Angeles og svona suður Los Angeles þar sem töluvert mikið af svona lágtekjufólki og þar hafa þau verið að búa við síhækkandi húsaleigu og það eru svo stórir aðilar markanum þar sem eiga mörg þúsund, 20.000 íbúða að þau sem sagt hótuðu og fóru í mjög stutt svona greiðsluverkfall og bara umsvifalaust voru fasteignafélögin komin á samningaborðinu vegna þess að þessi félög öll á hlutabréfamarkaði og hlutabréfaverðið á þessum félögum tók dýfu við það að greiðsluverkfalli raungerðist bara öðrum degi og þetta til dæmis út í Barcelona þannig að þetta mjög sterkt verkfall, þetta bara svipað eins og verkföll eins og bara til dæmis verkfall flugvallarstarfsmanna, ef allir flugvallarstarfsmenn bara fara í verkfall og lendir engin flugvél þá bara verður samfélagið af gríðarlegum auði bara strax fyrstu klukkutímana. Þetta eins með þessu stóru fasteignafélög. Þau náttúrulega eru ofta tíma mjög skuldsett, hafa skuldsetti til þess að byggja og framkvæma og eru sjálf með að þurfa að greiða af sínum lánum og þá þarf ekkert langa tíma til þess að setja þessi félög í mjög erfiða stöðu og líka það eru félög á verðbréfamarkaði eða hlutabréfamarkaði og leið að markaðurinn sér eitthvað svona gerast þá hefur þetta gerst og þeir gerðu þetta líka út í Barcelona núna 2019 þar voru leigjendasamtökin í Barcelona í Katalóníu að berjast fyrir því að fá almennilegt regluverk á leigumarkaðinn og viðmiðunarverð og reiknivél. Þetta nákvæmlega sem hlutirnir við erum að tala fyrir og þeim var rosalega ágengt vegna þess að eitt af því fyrsta sem við gerðum á heimasíðunni sinni var að fara yfir sögu svona greiðsluverkfalla í Katalóníu og hvað við hafa að skila. Og þá bara sáu þeir að sagan segir þeim að þetta hefur verið gert oft, gert víða og alltaf tekist að þá bara settust fasteignafélögin, húsaleigufélögin bara strax niður, sveitafélögin öll, 4.000 önnur félagasamtök í Katalóníu settust bara niður og gerðu kröfu þetta og það bara, þetta fór í gegnum þingið og kosið þetta, stór meirihluti bak við þetta og þetta var lögfest í september 2020
og fór svo fyrir spænska þingið og spænska stjórnartónstalum sem að samþykkt öll þessu lög. Þannig að núna þessu nýju leigjendalög í gildi í Katalóníu, þar sem viðmiðunarverð, þar sem bara hámarksverð, bara nákvæmlega saman eins og reiknivélinni okkur. Þú slærð inn aldur og stærð íbúðarinnar, herbergjafjölda, klósettfjölda, á hvaða hæðunum í póstnúmer og svona. Svo getur líka slegið inn fastanúmerið. Það bara svipað þess að við vorum með fastanúmerið íbúðinu og getur slegið það inn. Það bara kemur automatist allar forsendur fyrir íbúðinni og svo segir reiknivélinni bara gott og borgi leigu. Og þú þarft ekkert að rökræða þannig við leigusalann, reiknivélin, hún segir það og þetta leigureiknivél sem húsnæðismálaráðuneytið í Katalóníu heldur úti. Þannig að greiðsluverkföll hafa alltaf virkað. En við erum náttúrulega ekki komið þangað vegna þess að við trúum náttúrulega bara því að núna eru sveitarstjórnarkosningar framundan og þú þekkir náttúrulega sveitarstjórnarmálin og mjög skrítið að þessi ráðandi flokka til dæmis í borgarstjórn og höfuðborgarsvæðinu skuli ekki setja þetta bara eitt af sínu höfuðmálum í staðinn fyrir að kjósa borgarlínu og einhverja gámaleikskóla, að vera ekki með almennilega áform það hvernig að leysa húsnæðisvandann. Vegna þess að ég hef búin að vera í samtali við aðila sem að hafa sinnt þess að ég vann nú á verkfræðistofu í nokkur ár sem sinnti þess svona störfum og þekki svolítið í þessum geira. Ég hef aldrei skilið að hvernig stendur á því að borgin hefur verið að eftirláta svona einhverjum spekulöntum og bröskurum það að þróa svona rándir svæði í borginni, þéttingareitur og svona sem hafa svo verið að selja sín á milli og margfalda kannski 3, 4, 5-falda verðmætið í staðinn fyrir að tileinka þessi reitu bara óhagnaðardrifnum uppbyggingaáformum sem þeir standa svo bara fyrir sjálf og félagsbústaðir, bara byggja bara 300 íbúða hverfi á Veðurstofaheiðinni í staðinn fyrir að láta einhverja pésa sem að svína svoleiðis á borginni og íbúðunum fá þessi svæði. Ég bara skil þetta ekki, ég hef ekki aldrei skilið þetta. Ég hef ekki skilið hvað pragmatík bak við þetta. Ekki heldur, það hefur allt verið skotið niður sem að sósíalistar hafa komið með. Já, þetta bara alveg magnað, sko. En mátturinn í massanum, það greinlegt að fjöldinn getur knúið á breytingar. Þetta hægt. Þetta hægt og þetta bara alls þar að gerast kringum okkur. Ég hef búin að vera í samskiptum við, við í leigjendasamtökunum, erum búin að vera í samskiptum við fulltrúa leigjendasamtaka í Bandaríkjunum, í Þýskalandi, í Svíþjóð, í Danmörku, í Austurríki, í Sviss, á Spáni, í Hollandi, Belgíu og Írlandi, Skotlandi, Englandi og við erum að skoða lausnir bara hvað lausnir þau hafa getað framkallað og við sáum til dæmis í Englandi og Skotlandi sérstaklega að þar eru nokkru stóri lífeyrissjóðir, ég er ekki alveg búin að komast fyrir það að skoða alla lífeyrissjóðina, en það eru nokkru stóri lífeyrissjóðir sem hafa eyrnamerkt hluta af sínu fjárfestingum til þess að byggja upp félagslega reikið húsnæði eða óhagnaðardrifið húsnæði. Einn lífeyrissjóður bara setti 15% af öllu sínu fjárfestingum í að búa til félagslega reikið húsnæði á þeim forsendum að þessi lífsgæði sem kemur með þessu, þau myndu verða eflandi fyrir sveitarfélagið. Þessi sveitarfélagið sem byggja svona, að þetta skapar bara lífsgæði og tekju fyrir sveitarfélagið. Þannig að lífeyrissjóðarnir bara bæði högnust á því að vera með svona verkefni sem þeir svo leigðu áfram til sveitarfélagina, þess að lífeyrissjóðarnir byggðu og sveitarfélagin leigðu af þeim og leigðu svo sínum skjólstæðingum og svo eru líka sjóðir í Englandi sem að gera ekkert annað heldur en að fjárfesta í húsnæðissamvinnufélögum. Það eru sjóðir sem aðrir lífeyrissjóðir fjárfesti í. Þannig að það víðar lausnir sem verið framkalla lausnir og víða þetta náttúrulega bara í ágætis skorðum eins og í Þýskalandi og Austurríki og svona þar sem að 40-60% af markaðnum bara óhagnaðardrifin og þó að sé rosalega mikið verið að reyna að svona brjóta það aftur og brjóta það bak aftur eins og í Þýskalandi eru náttúrulega gríðarlega stork svona kapitalísk rekin svona rísa húsnæðisfélög svona eins og bara heimavellir í 100. veldi sko, sem að vilja bara eignast markaðinn
og þeir voru farnir að vera svolítið stórir, voru fann að kaupa upp húsaleigufélög í Berlín núna síðust árin og íbúum í Berlín fannst það bara nóg að þegar að nokkur svona stór félög voru farin að hafa áhrif á verðmyndun á markaðnum og kröfðust þess að fá að kjósa það í þingkosningunum hvort að Berlínarborg eða fylkinu kringum Berlín ætti að fá heimild til þess að þjóðnýta þessi félög og það var 60% íbúanna sem að kusu með því. Þetta var sem sagt metið af dómstólum sem spurning sem að hafði lögmæti af því að rökstuðningi við þessari spurningu hvort að Berlínarborg mætti þjóðnýta stór leigufélög sem væri farin að hafa verðmyndandi áhrif á markaðnum og þau mátuðu að þannig það væri fyrirtæki sem ætti meira en 3000 íbúðir að sem sagt rökstuðningur leigjendasamninga var sá að þetta var gegn almannaheil að það væri svona aðilar á markaðnum og þetta var gegn almannaheila að leiguverðan hækkaði og þannig væru allar forsendur fyrir eignaverðnámi fyrir hendi var nákvæmlega eins og við vegagerð ef almannaheilli fyrir hendi þá voru forsendur fyrir eignanámi og þetta samþykktu þýskir dómstólar og þýsk stjórnvöld og leyfðu þessari spurningu að fara fyrir alþjóð í kosningunum núna í september og eins og segir 60% samþykktu það og núna að ég talaði við lögfræðingi hjá leigjendasamtökum í Berlín en núna bara umræða bara hvað á Berlínarborg að borga fyrir íbúðirnar. Það ekkert eitthvað hvort þau að gera þetta. Þeir eru bara að fara þjóðnýta þessi félög og strípa þau niður í 3000 eininga hvert og setja allar þessi íbúðir bara inn á óhagnaðardrifinn markað. Nú bara umræðan hvað eigum að borga fyrir þetta. Eða þetta verður eitthvað eftir fasteignamati eða svona. Nú það bara umræðan. Þetta bara nákvæmlega umræðan eins og þegar vegagerðin ætlar að gera veg yfir túnið þitt, þá eru þau bara með eitthvað fermetraverð sem þau borga þessu. Og þetta bara nákvæmlega saman í gangi núna. Þannig að hagsmunabarátta leigjenda allstaðar, hún hættir aldrei, en hún víða komin alveg rosalega langt og leigjendasamtök hafa alltaf verið lykilaðilinn í því að breyta umhverfi leigjenda. Það gerist ekkert án sterkar leigjendasamtaka, þess vegna erum við að fullu í að reyna að efla samtökin og reyna að ná eyrum þeirra sem að hafa með þessu hluti að gera og við væntum þess bara að því að lausnirnar eru allstaðar kringum okkur. Við erum ekki að finna upp hjólið að neinu leyti. Við erum bara að kynna til leika lausnir sem verið að nota í löndum sem við erum í stöðum viðskiptum við og samskiptum og til þess að leysa fólk úr hálfgerðri ánauð og mér finnst bara auðvitað ættu flestir að taka því samtali fagnandi. Húsnæði fyrir fólk en ekki fyrir fjármagn. Já, nákvæmlega. Þetta á ekki vera fyrir braskara sem að geta ávaxta pundið sitt kannski eins og við reiknuðum út þarna en mörgu tilfellum að fólk að fá 15-20% ávöxtun á útborgun íbúðina sína meðan að innlánsvextir í banka eru milli 1 og 1,5%. Og að talaðum að fíkniefnasala þeir séu að eltast í 10-12% en leigumarkaðin skilaði bara 19,5% í mörgu tilfellum. Þetta er bara gerræðislegt. Þetta er svo gerræðislegt að með skrítið að vera að tala þetta og vera einhvern veginn að sannfæra fólk að þetta sé rangt. Þetta er bara svona eins og að þurfa eitthvað að sannfæra fólk það að sé slæmt að vera að reyna að drekja einhverjum. Þetta er bara svona mjög absúrt. Við getum talað þetta bara lengi og þurfum annan svona þátt. Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? Nei, ég vil bara hvetja alla sem að vilja taka þátt í þessari baráttu leigjenda því að við erum núna að bara fara á svona á fullt. Við erum með mörg verkefni í farvatninu, bæði greiningar og við erum með svona reiknivélar og viðmiðunarverð, tillögur að lagabreytingum. Við erum líka með bara lausnir á þessum vanda, alls konar tillögur sem við erum að draga til og svona og við þurfum bara fólk með hjarta og kraft til þess að vera með okkur í þessu. Við verðum aldrei á mörg. Þó við séum ágætlega stór hópur sem erum aktíf í svona, þá verðum við aldrei á mörg. Við erum búin að fjölga félögum í leigjendasamtökunum bara 500 á örskömmum tíma og ég sé það bara umræða hópi leigjenda á Facebookinni að það fjölga stöðu því þessum hópi og við erum með 30.000 heimilin úti og þurfum bara að fjölga í liðinu til þess að geta fengið þetta sterka umboð, óskorað umboð til að fara með
málefni leigjenda og það erum við bara á góðri leið með að gera og ég hvet bara alla, ekki bara leigjendur, heldur bara alla sem að láta þetta sig varða að ganga til liðs við leigjendasamtökin og vera með okkur í því að skapa hérna heilbrigðan húsnæðismarkað vegna þess. Ef við gerum það ekki, þá eru börnin þín næst. Það er bara svoleiðis. Takk kærlega fyrir. Takk sömuleiðis. Þetta var Hin Reykjavík í dag og við kveðjum hérna.